bjargað þá Sierra komin inn úti hægra megin. Sierra komin inn á teiginn, hún með Unni Dóru með sér, boltinn út, best á Katie Cousins, Katie með boltan setur hann yfir á vinstri, Cousins skorar! Frábærlega gert hjá Kate Cousins. Setur hann hana þéttingsfastan með vinstri fæti. Eva nær að koma höndum á boltan en það ekki nóg. Það Sierra Marie sem á sendingunni þetta fyrir markið, boltinn berst út í teig. Sierra tapar boltanum hins vegar og skemmtilega gert hjá Bergþóru Sól og boltinn fram nær hana finna Lindu, nei. Gert hjá Bergdísi hins vegar, vinnur boltan, Bergdís Sveinsdóttir frábærlega gert hjá henni, hún með valmöguleika hér, skýtur á markið, þvílíkt mark hjá Bergdísi Sveinsdóttir. Þvílík negla óverjandi fyrir Molly í markinu og Víkingar búnar að jafna metin. Bergdís Sveinsdóttir. Bergdís spurning hvort að Asli komi svo hérna á vinsturlöppina. Nei, Bergdís með frábæra aukaspyrnu. Bergdís Sveinsdóttir smyr hann upp í vinkilinn. Stórkostleg spyrna. Hún har skorað sitt annað mark hér í leiknum og koma Víkingum í forystu þegar 5 mínútur eru eftir. Ég út á vinstri vagnum, þetta eitt af hlýtur að vera eitt af síðustu færum leiksins. Keila Rolles að jafna metin á ögurstundu. Jafnar varamaðurinn Keila Marie Rollins metin hér. 2-2, þvílík aukaspyrna hjá Katie Cousins. 4 mínútu. Fín bolti hérna inn á teiginn og þannig að skallet í burtu. Kemur skyndusókn hérna, nei, komast fyrir þetta og skota marki og boltinn í þværsluna. Keila, boltinn dettur fyrir hann og hann vinna þetta. Keila Rollins að klára þetta fyrir Þrótt. Þvílík dramatík hér í lokin. Skot af 40 metra færi sem söng í þversláni og boltinn skoppaði. Þar sem FH gerði aðeins jafntefli við Val í gær var ljóst að Breiðablik yrði Íslandsmeistari með sigri á Stjörnunni og útlitið var svo sannarlega gott þegar Samantha Smith kom Blikum í 1-0 á 25. mínútu. Þannig stóðu leikar eftir fyrri hálfleik en Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir jafnaði fyrir Garðbæinga í 1-1 á 51. mínútu. Hafi Blikar ætlaði að halda sigurpartí í gærkvöld skemmti Stjarnan það endanlega þegar Birna Jóhannsdóttir kom Stjörnuliðinu yfir í 2-1 og tryggðum leið sigur sem þýðir að Breiðablik verður ekki Íslandsmeistari fyrr en í fyrsta lagi á þriðjudag. Við bara unnum saman sem lið og virkaði í dag og við höfum engu að tapa og við erum bara að segja. En þú veist, markmiðið var alltaf að vinna þennan leik og svo fá að vita hvað gerist eftir leikinn en við bara klúruðum þessi dag. Heldur þetta hafa haft einhver áhrif á spennustigið í liðinu eða hvernig metur það? Mér fannst það ekki. Mér fannst liðið mjög vel stemt fyrir leikinn en svo veit ég ekki alveg hvað gerist í leiknum.